Ja, Mikael, tapniðurstaðan, fyrstu viðbrögð? Bara gríðarlega svekktur að hafa tapað þessu leik og það sem gerði útslagið í þessu leik var það að við vorum bara svo aumingjar í fyrri hálfleik og gerðum okkur seka mörg barnaleg mistök í fyrri hálfleik og spiluðum bara virkilega illa. Og til að kórónan þá ákvaðum að gefa þeim mark, eða gefa þeim, gáða þeim hornspyrnu og láta þá skora eftir einbeitingarleysi á síðustu mínútin í fyrri hálfleik. Og ég nokkuð viss það sem vunnið þennan leik, við farum með 0-0 í hálfleik en það gaf þeim auka kraft að komast yfir 1-0 og vera 1-0 yfir. Við vorum miklu betri í seinni hálfleik, það er betarlega á vellinum og spilum betur sjálfur heldur en í fyrri hálfleik. En einhvern veginn höfum við ekki trú á þessu að geta skorað og við vorum bara sjálfum okkur verstu fast með þá en fyrri hálfleikur fór með að leikja okkur. Bæði lið fengu fullt af færum í leiknum og... Ég veit það nú ekki svo sem, við fengum nokkur mjög góð færi fyrri hálfleik, ég man nú ekki eftir mörgum færi með þeim fyrir utan eitt dauðafæri. Þeir fengu ekkert, ég heldur ef ekki átt skota marki í seinni hálfleik, man ekki til þess, svo sem við séum misminn eitthvað. En við fengum fín færi í fyrri hálfleik, 3-4 fín færi. Við fengum minna í seinni hálfleik, mér fannst þau ekki vera að skapa mikið í seinni hálfleik og þeir sköpuðu ekki neitt, en við spiluðum samt betur. En það bara skiptir engu máli, við bara gerðum í brókið fyrri hálfleik og töpuðum þessu leik, þá bara sanngjarnt fyrstu töpuðum honum, bara til hamingju Þróttur. Var erfiðar að setja upp leikinn vitandi það að það væri breytingar í brúnni hjá Þrótti? Nei, það er bara ekkert erfiðar og ég vissi alveg hvernig þeir myndu spila og við töldum að við hefum bara sett ágætlu upp en það hausinn þarf að fylgja þegar maður að spila fótbolta og maður þarf að nenna að berjast og maður þarf að nenna að fara í annan boltan og maður þarf líka að geta bara þessi grundvallaratriði, bara tekið á móti boltanum og sent 1-2 metra sendingar, við gátum það ekki í fyrri hálfleik. Það breytti í seinni hálfleik, það var bara orðið of seint og sjálfstraustið er ekki meiri liðin en það þegar við lentum undir og er að sama á móti Kórdrengjunum í síðasta leik, við vorum miklu betri en þeir þangað til við lentum undir. Og þá svona einhvern veginn fer þetta eitthvað doða hjá okkur og við bara náðum ekki að skora sem var eiginlega ótrúlegt í þessu leik, en það er bara þannig, en það skipti engu máli. Kemur inn á leikinn móti Kórdrengjum bæði í þeim leik og í kvöld og þá var vörnin svolítið shaky, meira heldur en við kannski séð eitthvað á móti. Já, hún var mjög léleg á móti Kórdrengjum. Mér fannst hún alveg betri í kvöld, en vandamálið hjá okkur í fyrri hálfleik, þeir gerði ekkert í seinni hálfleik, en í fyrri hálfleik var vandamálið bara það að við vorum bara að senda boltan í lappirnar á þeim og eitthvað svona algjört bull. Það var svo sem ekkert varnarmönnunum, varnarleikkunum sjálfum að kenna. Þetta var bara lélegt uppspil og bara svona einbeitingarleysi. Fari ekki annan bolta, en þeir eru með frábæra sendera, við vissum það. Og við bara vorum svona að gefa þeim þetta dæmi allt í fyrri hálfleik. Við gerðum betri sendera, minnst varnarleikurinn allt í lagi þessu leik. Þannig að það er bara að hakka hann upp, kassin út og áfram ganga í næsta leik? Nei, það er 18 leikir eftir. Við byrjuðum þetta mótið og vinnum 2 leiki og menn kannski fóru of hátt upp eftir unni á Selfossi. Nú hljóta menn átt að segja því að sá sigur er löngu farin út um gluggann basically. En við eigum samt allan að 3 stig og svo við sem átum Völsung. En við getum ekki að hugsa það lengur. Nú er bara næsti leikur hérna bara eftir 3 daga og hann verður ekki síður erfiðar en þessi. Ég er búinn að segja þetta í viðtölu, ég er búinn að segja þetta við strákana. Ég meina það eru allir leikir í þessari deild mjög erfiðir og það ert ekki 100%, þá bara tapar leik. Við vorum ekki 100% í fyrri hálfleik í dag og töpuðum. Nú þurfum við að mæta á laugardaginn, þetta móti KF heima og svara fyrir okkur og vinna þann leik. Það er bara eina sem við getum gert. Takk.